Sælverið og verið velkomin í myndband úr kafla 2-3 að stækka eða minnka fylki. Við höfum mikinn áhuga á þegar við vinna með til dæmis gagnasöfn eða eitthvað svo álíka. Það er bara viðra almennt að við viljum geta bætt við mögulegum stökum eða fækka það, tekið út stök sem við höfum ekki áhuga á. Og skoða til dæmis næst hvernig getum bara bætt við stök. Þannig að við erum hér. Þetta er runa starffræðilega séð, en stílum upp virunum í MATLAB. Og við skulum bara gera skriptu, við skulum bara þá höldum við aðeins betur þetta. S átt að vera 1, 2, 3 og 5. Nei, veitu, það var 8 töluðan held ég, 3, 5 og 7. Þetta er 5 og 7. Svo getum við sagt, ok, S af end plus 1 er saman sem 9. Við getum gert þetta, ef við segja S, hvað er þetta viðbót? Þetta kallar þetta viðbót 1. Það er einhver 2 leiðir til þess að gera það saman hér. Við getum gert þetta, já, ok, ef við segja hérna, setjum þetta inn í fylki og segjum hvað ætla að hafa fylkinu, S og töluna 9. Þannig að það sem ég gerði hér var bara ég bjó til nýjan vegur og hvað ætla að setja inn? Ég ætla að setja öll stökin úr vegunum S og ég ætla að bæta við aftan við hann tölun 9. Eins og þetta var gert í bókinni ef við höfum ekki áhuga að breyta nafninu. Þá getum við sagt, ok, ég ætla að gera það er síðasta stakið, ég ætla að bæta einum við það og það fær gildið 9. Hérna getur við séð að fá það sama með að ef við ætlum ekki breyta nafninu, þá getum við gert þetta hér og bæta 9. Ef við viljum hins vegar bara bæta við hann, þá getum við skýrt þetta líka bara S. Ef við gerum það, sjáum við á 9 aftur við þetta. Þannig að þetta er ein leið til þess að bæta við ef við ætlum að halda saman nafni. En kannski viljum við breyta við nafn af því að hann hefur aðra eiginleika, mögulega. Og viljum kannski geyma upprunalega vigurinn eða fylkið okkar. Þá gæti þetta verið ein leið. Við skulum halda okkur við þetta hér. Svo tölum við hérna ok, við skulum tífalda þriðja stakið í S. Það er svo ok. Ég ætla að setja þriðja stakið í S aftur í þriðja stak. Eða ég ætla að breyta, ok, skulum orða með þetta svona. Ég ætla að breyta því sem er í þriðja staki. Þetta gæti skrifa bara 3 hérna, eða ég vil segja kannski 20. Þá sjáum við 20 kemur hérna sem þriðja stak. Ég hef sagt, ég ætla að taka það sem var í þriðja staki og ég ætla að markvalda það með 10. Og tökum eftir hérna að þetta gerist alltaf undan. Svo þegar þetta er búið, þá er það vistað hingað inn. Þetta er 5 og svo segjum við að taka það sem var þetta, sem er 5, ég ætla að markvalda með 10. Ég ætla að vistað hingað inn aftur og við fáum nýjan vegur sem líður svona út. Það sé 50 í þriðja staki. Svo getum við tífalda alla liðin í S. Þá segjum við bara, ég ætla að taka S og ég ætla að markvalda með 10. Ég ætla að taka S og ég ætla að markvalda með 10. Hvað ætla ég að gera við það? Ég ætla að vista það sem S. Hérna sjá 1 sinni 10 eru 10, 3 sinni 10 er 30, 50 sinni 10 eru 500, 7 sinni 10 eru 70 og 9 sinni 10 eru 90. Svo getum við líka 1 út fyrsta stakinu. Þá segjum við, ok, það sem er fyrsta stak, þar kemur ekki neitt. Og MATLAB skilur þetta mjög vel. Einn á yfirskrifa hérna kemur 1, en ef ég hef ekki neitt, þá tekur hún og eyðir og öll stök sem eftir koma hliðrast til vinstri. Auðvitað ef þetta væri til dæmis 3, þá myndi hann taka þriðja stakið, þessi verður óhreyfð hérna. Þessi 2 verður óhreyfð, þriðja stakið, það
hverfur, þannig að hinn töl hliðrast 1 seg. Og við getum líka sagt lærum þessan tvípunkt sem sneiðingu eftir, en hérna getum við sagt 3 til 4 hverfa. Þannig að það sem á eftir kemur hliðrast 2 seti til vinstri. En þurfum ekki að spá þessu strax. Og já, akkurat þetta sem sýndum áðan, já. Þetta önnur leið til þess að bæta við staki. Nú getum við séð hérna að við erum alveg búin að rugla mikið í vörunum okkar, þannig að við getum sagt hérna, ok. S sem S dilt við 10 og svo segi ég S sem ég ætla að bæta aftur við hérna þessu 500 staki og skulum segja, ég ætla að sækja bara stak 1, ég ætla að sækja stak 2, ég ætla að setja inn 5-una, svo ætla ég að sækja stak 3, þetta getur ég að það sem var nummer 3, ég vil hafa hliðrast 1, 3, 5 á milli. Svo, 1, 3, 5, 7, 9, nú erum við komið aftur með það sem ég byrjaði. Við munum læra betri leiðir til þess að gera þetta. Ein stutt venja bara. Þegar við tölum vigur í þessari bók og almennt stærðfræði bókum, þá eigum við bara við dálkvíra. Ef að vigurinn á að vera línuvigur eða línuvigur, þá það bara tekið fram. Og svo getur líka stundum talað dálkvíra sem dálka og línuvigur einfallega sem línur. Þannig að við getum bætt dálkum og línum í fylki. Og það gerum við svona einmitt líka. Svipað á það sem við sáum. Áðan bættum við einu staki aftan við. Nú getum við sagt bara, skoðum þetta aðeins. Clear, close all, hlutum við að venast þessu, A, saman sem 1, 2, 3, svo 4, 5 og 6. Svo ætla ég að búið til vigur hérna, sem innihildur breytirnar, 7, 8, 8 og 9. Ok, ég segir hérna format, compact. Svo sjáum við aðeins betur það sem við erum að gera hérna. Og segjum svo ég vilja bæta þessum vigri vaff aftan við fylkið A. Og alveg svo á hann þegar við bættum við hérna eða við getum svo skoða líka hérna. Kannski einfaldari dæmi, það sem segjum 11. Þá bætum við hérna 11 aftur. Þá getum við sagt, ok, í staðinn fyrir að segja bara eitthvað vigur, ætla að segja, ok, ég ætla að taka þetta fylki. Það sem kemur hingað í ramman verður tvisvar, það verður tvisvar 3 fylki hérna. Svo get ég líka sagt að neðan við það ætla að setja vigurinn vaff, þannig að þetta kemur svo og ítu eftir. Þannig að við komum fáum hérna fylkið, gamla fylkið A og neðan við það kemur vigurinn vaff. Þetta er líka eitthvað sem við munum vilja hafa áhuga á að geta gert. Við viljum geta haft þessa stjórn á fylkjunum okkar. Hvort sem fylkin séu vigrar eða ekki. Og auðvitað getum við haldið áfram. Sagt, ok, ég vil fá mig eitthvað meira, 11, 12 og 13. En það getur ég ef að, segjum hérna, ég ætla að fá töluna 11 svo næst neðan við. Þá kemur það sem við höfum séð áður að dimensions of arrays being concatenated are not consistent. Þannig að hér er 3 fylki, þetta er 1, 3 fylki, þannig að það sem þarf að koma í næstu línu eru 3 stök. Þess vegna virkar að setja 12 og 13 hérna. Það eru 3 stök í nýri línu. Þannig að alveg svo við getum skrifað inn allt og getum bara notað þessar breytur hérna sem við nú þegar búin að skilgreina hérna á settinga. Og að stækka og minnka stafavega, það er ekkert öðru sér þar. Og skoðum við þar sem stökin eru að gagnagerðum strengir eða stafið. Það sé textavegra. Hér er dæmi stafavegur. Og
sugar bókstaf stakk og bíl á milli bókstafi líka stakk. Þannig að við sjáum hérna H-A-L-L-O. Við vorum svo búin að skoða það sem fylki fyrr í fyrsta kafla. Nei, fyrr í öðrum kafla. Kafli 2.1, fyrsti undirkafli. Halló er 5. orð og Heimir er 6. orð og við þurftum bilið til þess að þetta kemist fyrir. Og sjáum hérna að 7. stykki er bilið og reyndar er svo hérna aftast líka eitt uppbókunarmerki. Og sjáum líka þetta eru 13 stök í þessu fylki eða þessum viðri hérna. Og við getum breytt hérna líka stafaverum, til dæmis eins og við skulum búin til, við sögðum hérna Halló Heimir, Halló Heimir, uppbókunarmerki. Og hérna heitir þetta texti, það getur ekki vel máli og skoða hvernig það lítur út og svona. Svo getur sagt okkar, í staðinn fyrir stök 1 til 5, típunktarna getur við lesið eins og til 1 til 5. Þannig ég get sagt hérna, ok, 1 til 5 sem er þá orðið halló. Ef þetta er það er eitt jafnamerki. Ef þetta er jafn langt, þá getur við skiptið út B, L, E, S, S. 1, 2, 3, 4, 5, jafn langt. Og segja, ok, í stök 1 til 5 ætla ég að setja þetta hér. Þetta jafngildir þessu hérna. S af 1 saman sem B. Ef við setjum próstmerki hérna, getum við geymt þetta. Og S af 2 saman sem L. Og S af 3 saman sem E. Sjá þetta. Hérna þetta er halló, svo balló, bló og ble. Ló Heimir og svo klárum hérna 4 saman sem S af 5 saman sem S. Þannig halló Heimir, balló Heimir, blalló Heimir, bleló Heimir, blesó og bless Heimir. Það er svona lekur út, það er svona skemmtilegt að sjá þetta. En við getum gert þetta allt bara í einu svipan með að segja stök 1 til 5 eiga að vera bless. Þannig að núna fá halló Heimir verður bless Heimir. Og takk eftir ef ég segi hérna blessed kannski, þá þýðir nú ekki neitt. Eða ef ég segi blessaður, það þýðir nú eitthvað. Og þá kemur hérna unable to perform the assignment because the left and right sides have different number of elements. Hérna séum 1 til 5, 1, 2, 3, 4, 5 stök eiga að taka við 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stökum. Þannig að MATLAB segir, ok, þetta getur ekki passað hér við 9 stök og þau eiga að verða 5. Það er ekki hægt að eiga við þetta. Það var engin skilgreind aðgerð að reyna að koma þessu saman. Þetta virkar ef við erum með jafnmikið. Og þetta er bara stuttlega til að skrifa 1, 2, 3, 4, 5. Nú viljum við lengja kveðjuna og segja bless Heimir minn. Og þá getum við gert það sem við lærum áðan. S er saman sem, þá getum við sagt, ok, ég ætlum að nota gamla S-ið og hérna sjáum við að hérna bara bætt við minn og hérna kemur upprópunarmerki. Það viljum við ekki gera, þannig að hér eru 2 leiðir til þess að eiga við það. Hvernig myndir þið vilja tækla þetta? Einfaldasta leiðin hér væri að á undan myndu segja, ok, síðasta stakið í S á að vera bil. Þá sjáum við hérna halló Heimir, bless Heimir upprópunarmerki og svo bless bil, þannig að hérna kemur halló Heimir, bless Heimir og hérna kemur svo í stæðan fyrir upprópunarmerki kemur bil og svo segjum við til að taka það og bæta við minn aftast. Ef við hefum ekki gert þetta, þá myndum við standa hér. Þá höfum við að þurfum við að hafa upp á og þurfum við að telja. Hvað er þetta margir staðir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. stakið á að vera bil. Það getur breytt í eftir á.
eða sagt 1 end mínus 1 end mínus 2 end mínus 3 end mínus 4. Það sé fjórða síðasta stakkið að vera bil. Það sé hérna 13. Allir sem sjá þetta koma aftur ef að hafa undirstrykk. Þannig að settum þetta saman með uppráðumerkinu, hérna breyttum við bil og bara til þess að sýna þetta sé sama. Fjórða síðasta stakkið er sama og 13. stakkið í þessum veiði. Þetta er ekki alltaf satt. Hérna sjáum við hvernig síðasta stakkið var sett í bil. Þannig að hentum bara uppráðumerkinu. Tölum aðeins fjölda staka í vigri í lok síðasta kafla, undirkafla, og við getum náttúrulega fallið lengð og við tölum aðeins það. Gefur fjöldi staka í vigri eða lengd vigursins og hérna kemur 15 og það þýðir að við séum með 15 staðbreytir í vigrinu og lengd gefur hérna stærri töluna, en við skulum læra kannski aðeins í samhengi við fylki. Hérna erum við fylki kannski eitthvað skemmtilega hérna sem í lína hérna. Nei, ég skulum hafa þetta við fyrir 4 og 7 og sér 11 hérna nýju línu 11 13 14 frumtala, nei 15, nei 16, nei 17 og komist ykkur 19. Svo sjáu þið hérna að MATLAB hjálpa manni þess. Kemur hérna all matrix rows must be the same length. Þannig segjum að sé að stimplun gögn og svo held ég áfram hérna 17, næst kemur segjum að ég muni til 19, það sé 23 og svo 24, nei 5, nei 6, 27 kemur data 29 er það, en 27 er það ekki 39, það ekki 27. 29 kemur næst. Svo 31, 33, 35, 36, 37 hins vegar. Þannig að sjáið, hér eru 4 og það er engin rauð lína. Þangað til ég gerði 37 og þá var rauð lína. Þannig að MATLAB varar mann við ekstra hérna vantar í fylkið. Allavega. Og það eru nokkrar leiðir, við vorum búin að skoða lengð af A og við sáum að það gaf alltaf stærri töluna af vítunum. Þannig að hér eru 3 línur og 4 dálkar og þá fáum við fjölda dálka sem eru 4. Numel stendur bara fyrir number of elements of A. Það gefur okkur fjöldi staka í fylki. Ef að fylkið er vigur sem við tökum út hérna, þá gefur lengð og numel það sama. En ef við erum með fylki sem er ekki vigur, þá gefur það augljóslega ekki það sama. Svo getum við séð líka að ef við margföldum saman prot er fall sem að stendur fyrir produkturunni og hérna er bara MATLAB að segja numel af x, það er venjulega fljótleira að vinna heldur prot size af x. Hins vegar eru við bara að sjá að við getum gert það, en fyrst að MATLAB mæli með þessu og þá ekki segja bara MATLAB, ég skal hlusta það sem þú segir mér og ég nota bara numel. Það er líka ágætt að lesa hvað MATLAB að segja manni. Hér er MATLAB að vara mann við því bara að semikolon after statement og hæti output in a script. Bara venjulega þegar maður er að vinna í skriftu þá vill mann alltaf ekki endilega það sé birtast. Maður ætla að hafa meiri stjórnaði með fbdef eða disp eða kálga. En í þessu tilviki þá erum við bara svo að fikta, þannig við höfum áhuga að sjá bara fylkið eins og það kemur beint af beljunni. Og tölum bara hérna þessum, við erum alltaf að tala um venjur. Og í MATLAB eða oft í öðrum fordunarmálum líka tölum við lengd vegurs þegar við erum að tala eigum raunverulega við fjölda staka í vigrunum. Af því að í stærðfræði þegar við tölum lengd vegurs þá er það rauntala sem er þessi tala í öðruveldi pluss þessi tala í öðruveldi pluss þessi tala í öðruveldi og rótin af því. Það er bara Pythagoras.
þessu tilíki væri þetta þá rótina 14 sem það byrði 3,74. En í forritun þá tölum við kannski frekar lengd vegusins þá fjöldi staka í vegunum. En norm vegusins væri þá rótina 14 ef við forritun og það getum við gert við getum skrifað norm af vegri bara, það bara, já hérna, þetta fall hér norm. Þannig að við skulum hafa það stækka og minnka strengja vegra eða svo strengja fylki almennt og það virkar bara nákvæmlega eins 1, 2, 3, þetta svona við getum búið strengja fylki hérna hér sé close all ég sé hérna S stórt S og þetta er strengurinn 1 við höfum bara stórstæði 2 hér má vera íslensku stafur þegar við erum bara inn í strengnum og við getum bætt við 9 og þá getum við gert það annarkvæmt svona end plus 1 samsend 4 eða einfallega svona. Hérna erum við búin að sjá tvær leið til þess að gera það saman og það hvor hefur sinn kost. Mér finnst persónulega þetta er ákveðið gagnsæi sérstaklega þetta er svona almennara fyrir vigrana og fylkin kannski, fylkin ætla þessi en þetta er ótaf fljótlegt svona líka og ef að vigurinn heitir löngu nafni þá verður þetta almennt styttra því að það þarf að skrifa tvisvar strengur já, nú er þetta lengra menn það hétt S þá var þetta styttra og stundum vil ég byrja til í 0 þá er náttúrulega ekki hægt að gera þetta á hinn veginn ef við ætlum að bæta framan við þá verðum við að nota þessa aðferð við getum ekki sagt sko 1 mínus 1 á fylkið eða við og þar með líkur þetta bara tæma aftur já við skulum gera það bara stakk 1 eða því út ég vil ekki byrja til í 0 svona hérna getur þið séð breytingu svona 1, 2 og 3 síðasta stakkið 1 viðbót 4 við ætlum búið til nýjan vegur og við erum S og skrifa 5 líka 5 bæti 0 framan við og hætti svo við ég ætla ekki að tala í 0 segjum þetta gott í bili, takk fyrir